Þingmaðurinn Guðmundur Steingrímsson hefur ákveðið að segja sig úr Framsóknarflokknum. Hann ætlar að sitja óháður á þingi og hyggur á stofnun nýs stjórnmálaflokks. Guðmundur verður gestur okkar hér rétt á eftir. En við ætlum að byrja á hræringum í stjórnmálunum. Guðmundur Steingrímsson sestur hjá Þóru. Velkomin Guðmundur. Takk. Byrjum bara á grundvallarspurningunni. Það hefur svo sem kannski verið ljóst lengi að þú verður ekki fyllilega sáttur innan raða Framsóknarflokksins. Hvers vegna tókstu þessa ákvörðun núna? Mér finnst rétt að gera það núna áður en þing hefst og svona vera búin að staðsetja sig rétt þá gagnvart eigin samvisku, kjósendum og samflokksmönnum, þingmönnum. Já, og þannig að svona, þetta liggi bara fyrir og það langur aðdragandi að þessu. Og eins og þú segir að náttúrulega hefur nú verið mörgum ljóst að ég hef verið ósáttur við margt í stefnu og málflutningi Framsóknarflokksins og það bara kom að þeim tímapunkti og ég lýsti því nú yfir í upphafi sumars að ég ætla að nota núna svona dálítið góðan tíma sumari til þess að hugsa mína stöðu og nú er komin niðurstaða þannig að það er engin svona einn atburður, þetta er bara svona niðurstaða sem blasir við eftir að hafa vegið og metið öll rök. Það er samt sem áður mikið mál þegar þingmaður segir skilið við flokkinn sinn. Af hverju frétti flokksforystan þetta bara núna eiginlega í fjölmiðlum? Já, það er vegna sem ég ætla að gera þetta á morgun og einfaldlega atburðarásin fór af stað í dag. Við Sigmundur Davíð ætlum að hittast á flokksskrifstofunni kl. 11 á morgun og fara yfir þessi mál og þannig að það er nú bara svo einfalda skýring á því. Ég er hins vegar búin að tala við alveg fullt af Framsóknarfólki þetta og fullt af öðru fólki og fólk sem er í kringum mig og nákomið og fólk sem ég treysti og langa hríð og fara yfir þessi mál og hef hvað eftir annað satt að segja á svona bæði lokuðum og opnum fundum og vegum Framsóknarflokksins látið í ljós að ég hef verið svona átt fremur erfitt með að skrifa undir stefnu Framsóknarflokksins og málflutning hans í mjög mörgum málum og hann alltaf tók grundvallarbreytingu í mjög stóru máli sem er umsóknaraðildin að Evrópusambandinu á síðasta flokksþingi og það er hins vegar bara eitt af mörgum. Þú varst í Samfylkingunni, fórst í Framsóknarflokkinn, segir þú úr honum, vilt stofna nýtt stjórnmálaafl. Kvarnast ekki úr trúverðugleikarum svolítið með hverjum flokknum sem þú segir þig úr? Getur vandamálið ekki legið í þín veginn að það sé bara erfitt að vinna með þér? Auðvitað er það spurning sem ég spyr mig. Þess að maður gengur í gegnum mikið sjálfsmat svona þegar maður ákveður að taka svona skref. Ég veit ekki, ég hef verið í hljómsveit í 20 ár og við semjum alltaf lögin saman og það gengur bara mjög vel. Við erum allir með mjög mikla skoðanir og þannig ég veit það ekki, ég held að ég kannski endurspegla bara mjög marga Íslendinga, er það ekki, sem að eru nú bara svona svolítið landlausir í pólitík og núna finnst mér ég hafa hort upp á það að flokkarnir eru flestir ef ekki allir í einhverjum deilum við öfgaöfl, þeir eru fastir á einhverjum svona. Hvað áttu við með? Ég á við það að það er búið að vera mjög mikil óbilgirni í umræðinni. Það er svona gelt við ákveðna þjóðernishyggju hérna í umræðinni. Mjög mikið, mér veist ég vera var við hana mjög mikið á flokksþingi Framsóknarflokksins síðast og það er svona eiginlega jafnvel einn stærsti liðurinn í því að ég ákvað að þessi flokkur ætti ekki samleið með honum bara hvað var að grundvallar lífsýn. Og mér veist þessi svona öfl og sérhagsmuna öfl líka ákveðin svona forræðishyggju öfl sem segja bara við að hætta bara að skoða Evrópusambandið og bara hlýða og vera góð. Við megum ekki skoða, megum ekki lesa líka við og maður þarf ekki annað en bara að opna mokkan og lesa hann og þá sér maður þessi sjónarmið sem mér finnst óbilgjörn og mér finnst þau ófrjálslynd líka og þau ríma bara ekki við það sem ég vil standa fyrir í pólitík og ég skynja bara þessi viðhorf líka mjög víða meðal flokksbundina og óflokksbundina. En nú segir þetta hafi ekki bara snúist ESB heldur mörg önnur stórmál. Getur þið nefnt þau? Hvaða málaflokkar aðrir það eru sem að standa svona í þessu? Já, ég til dæmis, ég mjög áhugasamur það að við förum í lýðræðisumbætur og er bara mjög flott hvernig stjórnlagaráðið vann og mér finnst það góð tillaga sem þau leggja fyrir og mér finnst núna mjög mikilvægt að halda áfram einhverjum díalóg sem bætir þessa tillögu enn betur. Ég treysti ekki alveg Framsóknarflokknum til þess að vera
á sama mál og ég í þessu til dæmis og mér finnst þetta ógnar stórt mál. Mér finnst líka að bara eins og með það er svo margt auðvitað sem hangir líka á spýtunni með þessari Evrópusambandsumsókn og því, það er til krónan. Að Framsóknarflokkurinn fyrir nokkrum árum síðan hafði frumkvæði því að taka peningamálastefnuna til umfjöllunar. Mér finnst sú vinna öll hafa verið lögð til hliðar. Og mér finnst, hvað varar efnahagsmál, lífskjör í landinu, krónan vera bara stóri bleiki fíllinn í herbygginu sem við verðum að kljást við. Og ég upplifi ekki Framsóknarflokkinn sem vettvang til þess. Ég held að við verðum að hætta með krónuna og ég held að þessi stóra framtíðarspurningin hvort við ætlum að hafa haftaþjóðfélagi hérna eða taka þátt í alþjóðasamvinnu í efnahagsmálum með tilheyrandi góðum lífskjörum og það er auðvitað þyrnumstráð leið en ég aðhyllist hana. Og svo margt fleira, mér markaðsvæðing í landbúnaði og hitt og þetta sem ég veist svolítið erfitt að tala í Framsóknarflokknum og ég held að það þurfa að gera ýmislegt svona í atvinnumálum yfirleitt. Margt í sammála við Framsóknarflokknum en ég held að það þurfi kannski að marka svo nútímavæði meira heldur en ég held að Framsóknarflokkurinn sé til í. Og svo ég líka umhverfisverndarsinni. Framsóknarflokkurinn hefur nú reyndar tekið eitthvað skrefið þá líka. Þið Dagur B. Eggertsson, varaformaður Samfylkingarinnar, þið hafa verið nánir vinir og samstarfsmenn í rauninni lengi. Höfðu einhverjir fyrrum samherjar þínir áhrif á þessu ákvörðun? Fyrst þú talar ESB, markaðsvæðingu og svo framvegis. Líkur þá ekki beinast við að snúa aftur til þeirra? Nei, það líkur ekki beinast við. Ég held að ég eigi samleið með mjög mörgum sem eru óflokksbundnir líka og líka eins mörgum í Sjálfstæðisflokknum. Sem ég skil ekki okkur ger ekki meiri uppreist gegn þessari afturhaldssömu stefnu sem sá flokkur hefur tekið undanfarið. Þannig að ég vil vinna að frjálslyndri hugmyndafræði og hún þýðir eitthvað fyrir mér. Hún þýðir það að við höfum trú á frelsi einstaklingsins og treystum honum. Og ég held að ég neita að trúa því að Samfylkingin sé eini vettvangur slíkra skoðana. Það er margt Samfylkingin sósíaldemókratískur flokkur sem þýðir að mínum huga hann er meira til í svona vissa svona félagslega forræðishyggju heldur en ég til í. Og ég vil núna athuga hvort að fólki sem aðhyllist frjálslynda hugmyndafræði í Sjálfstæðisflokknum, í Framsóknarflokknum, óflokksbundið, hugsanlega einhverjir í Samfylkingunni, kannski Vinstri grænum, hvort að við getum mynda flokk. Og svo líka annað sem ég langar alveg rosalega mikið til að gera og hafa frumkvæði að og ég veit að mjög marga langar til að gera, er að reyna að breyta bara pólitískri orðræðu á Íslandi og breyta umhverfi pólitíkur. En Guðmundur, það er nú kannski þekkt einmitt í gegnum tíðina að þeir sem hafa klofið flokka hafa verið að gera það til þess að sameina og til þess að breyta og bæta. Er það rétta leiðin? Já, við höfum hort upp á núna rosalega skotgrafa pólitík, finnst mér. Við veist við að fara úr öskun í eldin. Við veist ég endalaust verið að heyra niðurdrepandi ásakanir, rosalega mikið af alhæfingum og alhæfingar til dæmis eru aldrei réttar og það sjá það allir. Og þetta var alhæfing. Líka eina rétta alhæfingi. En svona umræðu hefð og ég held og mér langar að við horfum meira á það sem saminar okkur í pólitík almennt. En það er svona einkennilegt jafnvægi sem við erum að finna í því að þó að við verðum auðvitað að segja hvað okkur finnst og síðan reyna að starfa saman. Mér langar til að reyna að hætta að hugsa stjórnmál sem eitthvað kapp. Okkur eru alltaf í keppni í stjórnmálum. Stjórnmál snúast völd og þá keppast menn að ná völdum væntanlega. Það er svona klassísk hugmynd. Ég held líka að það er til hugtak á ensku sem heitir public service og maður er bara að reyna að koma að gagni og það er það sem ég langar til að gera og ég held að flokkur sem verið til meðal annars það að minnka þessa kappræðupólitík og minnka vægi í flokkana eru auðvitað viss mótsögn en ég held að maður þetta er eitthvað sem ég langar til að reyna að gera og það er ekki best gert með því að ganga bara einfallega í annan flokk. Og reyna að breyta honum með innan? Já, ég vona bara að svona eitthvað frumkvæði sem verður til þess að breyta vonandi bara stjórnmála umræðinu og það er til dæmis skýr krafa frá þeim sem voru í stjórnlagaráðinu sem tókst mjög vel að vinna saman frá fyrir ólíkar skoðanir að við reynum að gera þetta líka á þingi.
En þessar hugmyndir hafa í sjálfu sér oft komið fram og núna það hefur verið mikið gerjun á þessu þingi. Þetta þú ert 50 þingmaðurinn sem yfirgefur sinn flokk. Ásmundur Einar Daðason fór úr VG yfir í Framsókn. Atli Gíslason og Lilja Mósesdóttir eru utan flokka. Þráinn Bertelsson fór úr hreyfingu í VG. Þú gengur úr Framsókn og ætlar að vera utan flokka. Af hverju þetta svona inn á þessu þingi núna? Eru menn svona óvissi með stefnu sinna flokka? Hvað það sem gerir það verkum að flokkaflakk er svona mikið á þessu þingi? Já, þetta er náttúrulega augljóslega mjög örlagaríkir tímar. Gerðist hérna mjög mikið. Gerðist hérna dálítið í íslensku samfélagi, fór á hliðina og lítum til dæmis á eins og Þetta fólk var kjörið eftir það? Já, akkurat í miklu svona umhverfi, svona róstursömu umhverfi. Lítum bara á Framsóknarflokkinn að ég gekk þar inn náttúrulega, sko ég ber taugar til Framsóknarflokksins og ég þekki sögu hans dálítið vel og mér langaði til að taka þátt í því sem þar var að gerast og Framsóknarflokkurinn er hluti af Liberal International til dæmis, alþjóðasamtöku frjálslyndra flokka og svoleiðis og það sem þar var að gerast fannst mér vera mjög í þeim anda, þetta átti að fara að gefa Evrópusambandinu séns og svona víðsýnar ályktanir og svoleiðis og skrifaði undir þetta allt saman og síðan er kosinn formaður sem er eitt einkenni af þessum róstursömum tímum sem var alveg nýr í pólitík og það var auðvitað bara áhætta og skila sér í því og skila sér í því að hefur hann sína skoðanir og það kemur bara smá saman á daginn og hann hefur auðvitað mótandi áhrif líka á flokkinn sem bara mjög skiljanlegt og gerir ekki athugasemdir við en hans skoðanir eru bara óra fjarri mínum og svona gerist þetta og ég vil líka bara skora það á hólm þessa hugmynd að menn eigi að húka í flokki gegn sinni eigin sannfæringu bara svona alveg fram á grafabakkann. Myndu styðja ríkisstjórnina til góðra verka eins og Atli og Lilja sögðu þegar þau gengu úr VG og ætlaði að vera utan flokka eða ætlar að vera áfram í öflugri stjórnarandstöðu? Eða svona bara... Já, ég hef ekki fundið mig í þessu stjórnarandstöðu. Kannski er ég bara einhver vesti stjórnarandstæðingur allra tíma. En ég finn ekki alveg þennan mun. Mér finnst að ég allavega ekki upplifað mig í þessari skiptingu. Mér finnst að sérstaklega það sem undan ég gerðist, það sem hefur gerst í íslensku samfélagi, að maður skuldi fólki það að bara reyna einlæglega að verða gagni. Þannig að ég ekkert endilega sáttu við allt sem ríkisstjórnin er að gera, hreint ekki, með ganga brösulega í atvinnumálum og ýmislegt fleira. Aðildarumsóknin gengur brösulega, finnst mér. En ég hef hugsað mér að reyna að verða liði í því. Ég hef þegar náttúrulega ljáð ríkisstjórninni hlutleysi mitt, þannig að það er sjálfsög engin tíðindi í því. En ég lofa engum skilyrðislausum stuðningi við allt og allt, ég mun náttúrulega bara meta það. Já, stiðana til góðra verka eins og menn segja. En sjáðu, ríkisstjórnin hefur það að markmiði sínu til dæmis að efla græna atvinnusköpun og ég hef verið í nefndarstarfi á vegum Alþingis það og ég styð það heils hugar, vil að það gerist, en það eru ljón í veginum og bara erfitt. Ég styð það að við klárum þessa aðildarumsókn og leyfum þjóðinni að ráða. En það er ekki öll ríkisstjórnin einhuga það, þannig að hvoran arminn styð ég í því, ég styð þá sem vilja það og vil stuðla því. Og miðað við það, ég er nú að ganga úr Framsóknarflokknum út af frekar djúpstæðum málefnalegum ágreiningi og bara svona, og hvað varðar lífssýn og annað og mér sýnist Sjálfstæðisflokkurinn vera að fara í sömu átt og Framsóknarflokkurinn, að þá er ég augljóslega ekkert sérstaklega áhugasamur það að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur taki við. Nei, en er það í alvörunni þannig að þú ákveður að gangur Framsóknarflokknum og ætlaðir að gera það á morgun en mistir atburðarásin úr höndum þér, segist vilja stofna nýjan stjórnmálaflokk en ert ekki búin að undirbúa það með neinum hætti nema með að tala aðeins við fólk hér og þar. Er það í alvörunni þannig? Þetta myndi nú ekki menn myndu ekki að ætla þetta af atvinnu stjórnmálamanni. Ætla þetta skipulagðara? Svona er þetta nú, já. Það er stór hópur fólks, veit ég, sem vil stofna nýja stjórnmálaflokk, en ég get ekki unnið að stofna ný stjórnmálaflokks á sama tíma og ég er í Framsóknarflokknum, þannig að þetta er augljóslega fyrsta skrefið. Og það er einmitt það, fyrsta skrefið. Þau eru alltaf fyrst og vonandi verður framhaldið skemmtilegt og uppbyggilegt og verður til þess að skapa kjósendum valkost.
Kæra þakki fyrir komin á Guðmundur. Takk.